Fundur er settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta er fundur númer 144 og er hann í 25 liðum. Þannig að því að framöndan er Eurovision, söngvakeppni sem haldin er árlega, alveg síðan 1956 fyrir utan árið 2020. Og því er það langlífasta alþjóðlega tónlistakeppni og eitt langlífasta sjónvarpsefni sem hefur verið framleitt. Keppnin byrjaði sem hugmynd að tengja saman lönd í Evrópu í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, að sameina Evrópu gegnum tónlist og menningu sem og að prófa nýja tækni í fjarskiptum og útsendingu. Og hér erum við mitt í beinu streymi á Eurovision safninu á Húsavík. En Eurovision er einmitt ætlað að sameina, brúa bilið, stuðla að öryggi, einingu og samlyndi. Og það gerum við einmitt í gegnum söng, dans og samveru og aldrei vitin að hér verður eitt og eitt lag sungið í dag. En fyrsta mál á dagskrá eru ársreikningar Norðurþings. Númer 2 er ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings. Númer 3 eru gjaldskrár. Númer 4 eru reglur varðandi viðauka í sveitarstjórn Norðurþings. Númer 6 er vegna endurnýjunar undanþágu frá skilyrðum lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu. Númer 7 er samþykkt fullnaðar afgreiðslu mála hjá barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar. Númer 8 er samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. Númer 9 eru heimgreiðslur til foreldra á leikskólaaldri, foreldra barna á leikskólaaldri. Númer 10 frístund starfsreglur og númer 11 starfsreglur leikskóla. Og númer 12 eru breytingar á deiliskipulagi íbúðasvæðis I5 á Húsavík og númer 13 er umsókn stofnun lóðar út úr Krummaholti. Svo koma mál númer 14, 15 og 16 fundagerðir fjölskylduráðs og númer 17, 18 og 19 fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs og númer 20 og 21 er fundagerðir byggðaráðs. Númer 22, 23 og 24 eru fundargerðir stjórnar Orkuveitu Húsavíkur og númer 25 er fundargerð stjórnar Hafnarstjórnar Norðurþings. Við göngum þá til dagskrár og það er mál númer 1 sem er ársreikningur Norðurþings, en fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur fyrir árið 2023 til síðari umræðu og sveitarstjóri hefur beðið árið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Hér er lagður fram til síðari umræðu ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2023, en fyrri umræðan fór fram í sveitarstjórn þann 4. apríl síðastliðinn. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga og reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga, og síðari umræðan á að fara fram eigi síðar en 15. maí ár hvert, þannig að við erum vel innan marka með okkar síðari umræðu. Starfsemi sveitarfélagsins er skipt í A- og B-hluta og til A-hluta telst sveitarsjóður sem er aðalsjóður sveitarfélagsins, eignasjóður og þjónustumiðstöð. B-hluta fyrirtækin okkar eru þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B-hluta, félagslegar íbúðir, Hafnarsjóður, Orkuveita Húsavíkur ohf, Dvalarheimili aldraðra SF, Leigufélagið Hvammur ehf og Fjárfestingafélag Norðurþings ehf. Ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2023 hefur að geyma ársreikning sveitarsjóðs og samantekin ársreikning fyrir A- og B-hluta. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu voru 6.509 milljónir króna, samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta. Rekstrartekjur A-hluta námu 5.284 milljónum, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að upphæð 4.709 milljónir króna. Skatttekjur eru umtalsvert hærri en árið á undan og hækka liðlega um 8% á milli ára. Þar munar meðal annars 0,22% leiðréttingu útsvars á milli ríkis og sveitarfélaga vegna málefna fatlaðra og tekjur jöfnunarsjóðs hækkuðu 16% á milli ára og munar þar mestu hækkun útgjalda jöfnunarframlags tæplega 115 milljónir króna. Rekstrargjöld hækka einnig töluvert á milli ára eða 8%. Þar að vega launaliðir þungt og hækka 10-11% en annar rekstrarkostnaður stendur í stað á milli ára.
Laun og launatengd gjöld á árinu námu 3.479 milljónum króna en starfsmannafjöldi hjá sveitarfélaginu nam 317 stöðugildum. Það er aukning 6 stöðugildi frá síðasta ársreikningi og er það tilkomið vegna aukningar í málaflokki 04 sem eru fræðslumál, aðalega á Grænuvöllum og í Borgarhólsskóla og einnig til að halda uppi þjónustu í veikindum starfsfólks í sveitarfélaginu. Fjármagnsgjöld A-hluta voru 85 milljónir króna og í samstæðinu þá vega fjármagnsgjöldin þungt eða 313 milljónir króna vegna mikillar verðbólgu og þróunar vaxtagjalda á árinu. En rekstrarniðurstaðan samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi var jákvæð 195 milljónir króna í A- og B-hluta. Gert hafði verið ráð fyrir 192 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hlutans var jákvæð 190 milljónir en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 133 milljónir króna. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok voru 3.511 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi. Lífeyrisskuldbindingin hækkar 114 milljónir á milli ára og er í árslok 2.465 milljónir króna. Skuldir við lánastofnanir það lækkuðu lítillega á milli ára í A-hluta þar sem engin ný lán voru tekin á árinu en í samstæðinni þá hækkaði skuldbindingum tæpa 30 milljónir vegna hækkunar á fjármagnsgjöldum. Heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta eru því 5.474 milljónir og samstæðu 7.854 milljónir króna. Veltufé frá rekstri er 748 milljónir í A-hluta og 1.015 milljónir í samstæðinni. Handbært fé frá rekstri 529 milljónir í A-hluta og 742 í samstæðinni. Og handbært fé í A-hluta hækkar á milli ára 219 milljónir og er 1.212 milljónir í árslok sem er mjög góð staða. Og í samstæðinni 1722 milljónir í árslok þannig að það er mjög sterkt handbært fé áramót. Veltufjárhlutfall samstæðunnar er líka sterkt 2,25 en að jafnaði er horft til þess að veltufjárhlutfall sé að minnsta kosti yfir 1. Skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga lækkar umtalsvert á milli ára hjá samstæðinu úr 67 í 65% og hjá A-hluta lækkar úr 55% í 48%. Ástæðan er svo að tekjur aukast verulega og ekki hefur verið stofnað til nýrra skuldbindinga. Heildarfjárfesting samstæðunnar í varanlegu rekstrarfjármunum voru 375 milljónir króna en gert hafi verið ráð fyrir mun hærri fjárfestingum í áætlun eða 809 milljónum. Og ég ætla að fara aðeins í helstu fjárfestingar. Í eignasjóði var samtals fjárfest fyrir 242 milljónir króna. Stærstu verkefnin voru vegna frístundarhúsnæðis 55,9 milljónir króna og það er vegna þess að voru keyptar og settar upp húseiningar við Borgarhólsskóla til að leysa málefni frístundar á meðan beðið er nýrrar byggingar. Grunnskólinn á Raufarhöfn tók til sín 28,5 milljónir. Þar var lokið við að múra norðurhlið skólans og gera við múrskemmdir á öðrum hliðum byggingarinnar. Nýtt hjúkrunarheimili í Auðbrekku sem ekki reis, það tók til sín 14,2 milljónir og það var vegna þess að það var unnið að útboði á árinu án þess að það bæri árangur og þetta er kostnaður sveitarfélagsins vegna þess. Sorptunnur, það var 14,1 milljón þar sem verið er að framfylgja lögum 4 tunnu kerfi í sorpflokkun í öllu sveitarfélaginu. Slökkvibíllinn nýi sem tekin var ákvörðun á síðasta kjörtímabili að kaupa, það var greitt helming kaupverðans á síðasta ári, það bil helmingu, það var greitt 55,8 milljónir króna. Restin kemur svo til greiðslu á þessu ári en bifreiðin verður til afhendinga núna í maí. Útivistarsvæði við Yltjörn, það voru tæpar 20 milljónir króna, það var mótframlag sveitarfélagsins á móti styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Og það voru þó nokkra gatnagerðarframkvæmdir, meðal annars var farið í einstefnu í Bókabrekku, gatnagerð í Reitnum, golfskálavegurinn var lokið við hann og einnig gangstéttir bæði á Húsavík og Raufarhöfn svo eitthvað sé nefnt. Og það var gerð viðbygging við leikskólan í Lundi, það var lagfærðir leikvellir meðan hans við Laugabrekku og Höfðaveg og fleiri smærri verkefni. Orkuveita Húsavíkur fjárfesti alls fyrir 85,9 milljónum króna í veitukerfum og búnaði. Afkoma B-hlutafyrirtækjanna
Félagslegar íbúðir skiluðu jákvæðri niðurstöðu 35,5 milljónir, Hafnarsjóður neikvæðri niðurstöðu 134 milljónir króna, Orkuveita Húsavíkur jákvæð niðurstaða upp á 185 milljónir, Fjárfestingafélag Norðurþings neikvæð 5,6 milljónir, Leigufélagið Hvammur ehf. Neikvæð 1,5 milljónir og Dvalarheimili aldraðra SF neikvæð 64,5 milljónir. Íbúafjöldi Norðurþings í árslok var 3.200 og fjölgaði 44 á milli ára. Þess ber þó að geta að Hagstofan endurskoðaði íbúatölur nú í upphafi árs og felldi út ógildar kennitölur. Við þetta fór íbúatala Norðurþings í 3.083 íbúa en væntanlega hafa ógildar kennitölu hér verið tilkomið að mestum hluta vegna erlends vinnuafls sem fær stofnaðar kennitölu við komu hingað, meðal annars til að vinna í ferðaþjónustu og sínum tíma við uppbyggingu PCC á Bakka, en ekki er gætt að því að afskrá kennitölurnar þegar fólk fer aftur tilbaka. Við ætlum að birta gögn með fundargerðinni. Það verður semst ársreikningurinn verður birtur. Það verður líka birt endurskoðunarskýrsla sem er mjög ítarleg og með mjög aðgengilegum skýringum á hinum ýmsu rekstrarþáttum fyrir áhugasama. Reikningurinn hefur áritun óháðs endurskoðanda, það er Níels Guðmundsson hjá Enor ehf. Sem gegnir því hlutverki og við þökkum gott samstarf við hann við gerð þessa ársreiknings. Ég vil þakka fjármálastjóra og starfsfólki í fjármáladeild fyrir vel störf við gerð ársreikningsins og einnig þakka ég starfsfólki Norðurþings og stjórnendum fyrir sérstaklega góð störf á síðasta ári. Sveitarstjórn skilar hér góðum ársreikningi í krefjandi vaxtaumhverfi, mun betri en gert hafði verið ráð fyrir í áætlunum. Katrín hefur lokið málinu og orðið er laust. Hafrún Olgeirsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Hafrún. Já, ágæti forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að leggja hérna fram bókun fyrir hönd meirihlutans. Fyrirfram afsökunar á því að ég sé að vera að telja upp hérna tölur sem að sveitarstjóri var að fara yfir með leyfi forseta. Undirritið lýsa yfir ánægju sinni með að heilt yfir er rekstur sveitarfélagsins Norðurþings 2023 heldur betri en árin áður og skilar ívið meiri framlegð hjá A-hluta. Tekjurnar eru að hækka á milli ára en í samstöðinu voru rekstrartekjur árið 2023 6.509 milljónir og hækkuðu 207 milljónir milli ára eða 3,3%. Handbært fé hækkaði einnig á milli ára 265,7% og veltufjárhlutfall samstæðunnar er sterkt en það hækkar á milli ára og var orðið 2,25 í árslok í samanburði við 2,02 í ársbyrjun. Laun og launatengd gjöld er að hækka á milli ára í takt við launaþróun í landinu en sem hlutfall af rekstrartekjum stendur prósentan nánast í stað á milli ára. Fjöldi ársverka eykst 1,9% hjá sveitarfélaginu en fer úr 311 í 317 árinu og fjölgunin á sér að mestu leyti þá skýringu að sveitarfélagi hefur mætt langtíma veikindum með nýjum ráðningum til að halda uppi sama þjónustustigi. Fjármagnsliðir voru neikvæðar á árinu en það skýrist að mestu leyti í vöxtum og verðbótum aðilaða þó í B-hlutanum. Eins og kom fram hjá sveitarstjóra var rekstrarniðurstaða A og B-hluta jákvæð á árinu 194,7 milljónir króna sem er 386,7 milljónir króna betri niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem er ánægjulegt. Skuldir við lánastofnunum lækkuðu á milli ára 51,8 milljónir króna á samstæðinu og engin ný lán voru tekin á árinu. Skuldahlutfall samstæðunnar sem reiknað er í samræmi við reglur fjárhagslegt viðmið sveitarfélaga var 65% í árslok, samanborið við 67% í ársbyrjun. Hjá A-hlutanum var skuldahlutfallið 48 í árslok 2022 samanborið við 55 í ársbyrjun. Skuldahlutfallið lækkar þrátt fyrir aukningu heildarskulda en það skýrist helst af því að tekjur hækka nokkuð á milli ára og veltufjármunir hækka einnig nokkuð. Nú eru skuldir á hvern íbúa í sveitarfélaginu rúmlega 1,7 milljón króna. Það eru áframhaldandi áskoranir og augljósar í rekstri sveitarfélagsins og hjá okkur eru stóra framkvæmdir framundan en við teljum að sveitarfélagið sé í stakk búið til að taka þeim áskorunum með áframhaldandi aga í rekstri og án þess að skerða þjónustu við íbúa. Og undir þetta rita Eiður Pétursson, Hafrún Olgeirsdóttir, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason og Soffía Gísladóttir. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Með leyfi varaforsta.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, hér gefur að líta ásetning sveitarfélagsins sem sýnir auknar tekjur, en það er nú eins og þannig að útsvarið er en helsta tekjurindin og því ættu vel ekki allt kapp á það að fjölga íbúum hjá okkur. Svo er það framlag jöfnunarsjóðs sem hefur það hlutverk að jafna aðstöðumun milli sveitarfélaga til þess að öll sveitarfélög geti boðið upp á sambærilega grunnþjónustu og sannlega erum við að fá meira, 16% meira úr jöfnunarsjóðum gerðum ráð fyrir, en það er almennt þannig að þetta er ekki tala sem við höfum mikil áhrif á. Við fáum tekjur sína fasteignaskjöttum, þjónustu og gjöldum, framlögum frá ríki, ýmsar leiðréttingar eins og hefur verið fjallað varðandi málaflokkinn fatlað fólk. Svo erum við tekjur af eignum. Svo þarf eins og alltaf að fjármagna það þjónustu sem við veitum og hvernig við fáum sem mest út úr þeirri þjónustu og flest viljum við fá meira en jafnvel sína borga minna. Laun hækka milli ára í takt við launaþróun en sem hlutfall af rekstrartekjum stendur prósentan í stað hjá okkur. Stöðugildum er þó aðeins að fjölga til þess að halda upp í sambærilegri þjónustu. Rekstur fer batnandi enda krefjandi verkefni í framtíðinni, stórar upphæðir verður fljótara að fara og hins vegar er þannig að það minnstu fá nú gjarnan mest vægi. Orkuveita Húsavíkur stendur sterk en það er afar brýnt að svo sé til þess að byggja upp það grunninnviði og reglulega er það nú þannig að það koma stór verkefni sem kosta mikla peninga að svoleiðis verkefni koma mjög reglulega inn á borð veitunar. Skuldahlutfallið heldur áfram að lækka þrátt fyrir aukningu skuldaðins sem skýrist af því að tekjur hækka. Laun er eftir sem áður stærsti kostnaðurinn og stærsti málaflokkurinn er nú sem er fræðslumálin sem fara aðeins yfir áætlun og einhvers staðar er sem jafnvægi í því á milli rekstrarhæfi sveitarfélags, þjónustu getu og síðan ánægju starfsfólks sem vinnur hjá sveitarfélaginu. En umfram allt okkar helsta verkefni er að skapa auknar tekjur, sýna ráðdeild, ábyrgð í rekstri og stefna sem mestri sjálfbærni. En ég ætla að nota tækifærið eins og sveitarstjóri og formaður Byggðarráðs að hvetja íbúa til þess að kynna sér reikninginn og glöggva sig á honum svona upp á framhaldið. Hjálmar hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs hann, þá göngum við til atkvæða ársreikninginn eins og hann lítur út og er búið að fara yfir af sveitarstjóra og formanni Byggðarráðs. Og það liggur fyrir bókun. En ég bið þau sem geta samþykkt ársreikninginn eins og hann lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 2 sem er ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings 2023 en fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings til síðari umræðu. Katrín Sigurðardóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir árið 2023 liggur nú fyrir. Hann er líka gerður í samræmi við lög ársreikninga og endurskoðara fyrirtækinu Enor, endurskoðanda Níels Guðmundsinni. Ársreikningun er birtur með fundargögnum þessa sveitarstjórnarfundar og einnig er nú gerð í fyrsta skipti ársskýrsla Hafnarsjóðs með myndrænum upplýsingum helstu lykiltölur og upplýsingum hverja höfn fyrir sig, en Hafnarsjóður rekur 3 hafnir, Húsavíkurhöfn, Kópaskershöfn og Raufarhafnarhöfn. Ársskýrslan er birt með fundargögnum til glöggvunar fyrir áhugasama. Heildartekjur Hafnarsjóðs voru 291 milljón króna á árinu, sem er mjög líkt árinu áður. Áætlun gerði þó ráð fyrir að tekjur yrðu 322 milljónir króna. Vöru- og skipagjöld var stærsti einstaki tekjupósturinn, alls 101 milljón, en þau lækkuðu 25 milljónir króna á milli ára. Þar kemur til að starfsemi PCC var á hálfum afköstum allt árið 2023 og setti það strik í rekstur Hafnarsjóðs, en tekjur af starfsemi þess fyrirtækis skipta mjög miklu máli fyrir hafnir Norðurþings. Laun og launatengd gjöld hækkuðu 15 milljónir á milli ára. Þau voru 104 milljónir króna á
árinu. Sú hækkun skýrist meðal annars af því að Hafnarsjóður var með dráttabát frá Hafnasamlagi Norðurlands í rekstri yfir sumarið en stöðugildi voru að meðaltali 5,4 yfir árið. Annar rekstrarkostnaður var 85 milljónir króna og afskriftir 78 milljónir. Hagnaður af rekstri fyrir fjármagnsgjöld var 25 milljónir króna á móti 49 milljónum króna árið áður og munar þar svo næstum sömu upphæð og samdrátturinn í vöru- og skipagjöldum var á árinu. Fjármagnsgjöld voru 159 milljónir króna samanborið við 166 árinu áður. Tap Hafnarsjóðs Norðurþings nam 134 milljónum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir sjóðsins 1.129 milljónum og bókfært eigið fé í árslok er neikvætt 877 milljónir króna. Og sveitarstjórn Norðurþings leggur til að tap ársins verði fært yfir eigið fé til hækkunar á uppsöfnuðu tapi fyrri ára, en vísar að öðru leyti í ársreikningin breytingar á eigin fé. Í árslok 2023 námu langtíma skuldir og skuldbindingar Hafnarsjóðs 1.957 milljónum og hækka vegna fjármagnsgjalda 106 milljónir króna á milli ára. Meðal annarra langtímaskulda er færður samningur Hafnarsjóðs við ríkissjóð frá árinu 2018 og er tilkominn vegna frekari uppbyggingar og endurbóta Húsavíkurhafnar vegna framkvæmda á Bakka. Sá samningur stendur í 1.131 milljón króna í árslok. Eignir Hafnarsjóðs eru 1.129 og eigið fé því neikvætt 877 milljónir eins og áður kom fram og hafnir Norðurþings eru viðlagatryggðar fyrir 3.824 milljónum króna. Og það er álit sveitarstjórna og sveitarstjóra að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu sjóðsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegu þróun á árinu. Á heildina litið þá er bjart yfir rekstri Hafnarsjóðs en fjármagnsgjöld eru verulega íþyngjandi fyrir rekstur sjóðsins í árferði eins og núna. Tekjuhorfur fyrir árið í ár eru betri en á síðasta ári þar sem áætlanir gera ráð fyrir fullum afköstum í verksmiðju PCC á þessu ári. Og ég vil þakka starfsmönnum Hafnarinnar fyrir mjög gott og óeigingjarnt starf á árinu og Þóri Gunnarssyni fyrir störf sín sem hafnarstjóri síðastliðin árin, hann lét af störfum á síðasta ári. Þá vil ég þakka stjórn Hafnarsjóðs fyrir gott samstarf á árinu og síðast en ekki síst þakka ég Bergþóri Bjarnarsyni fjármálastjóra fyrir vinnu hans við gerð ársreiknings og ársskýrslu og allt hans utanumhald starfsemi Hafnarsjóðs á síðasta ári. Katrín hefur lokið máli sínu, Eiður Pétursson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Þakka Katrínu fyrir yfirferð hennar ársreikning Hafnarsjóðsins en ég ætla aðeins að kíkja á og fara yfir ársskýrslu Hafnarsjóðs sem við erum að birta núna og erum að gera í fyrsta skipti með jafn meðalveglum hætti og nú hefur verið gert. Erum við Hafnarstjórn mjög stolt af skýrslunni og þökkum okkar starfsfólki og sérílagi fjármálastjóra fyrir gerð hennar. Hún hjálpar mikið til að horfa yfir sviðið og hvernig árið kemur út á höfninni eða höfnum Norðurþings. En þetta verkefni er búið að eiga sér þó nokkurn aðdraganda. Fyrstu plönum voru að birta þessa skýrslu strax áramót en að svona betur hugsuðu máli var ákveðið að birta þessa skýrslu þegar ársreikningur liggur fyrir og búið að birta hann þannig að allar tölur við skýrslunni standist skoðun og falli að ársreikningnum. Í gegnum tíðina hafa alltaf oft skapast umræður í sveitarfélaginu hafnirnar okkar og fólk spáði tekjum og gjöldum og upprunað helstu tekna Hafnarsjóðs. Þessi skýrsla er því fyrst og fremst sett fram til að skýra málið betur og hjálpa íbúum við átt að sjá tekið grunni Hafnarsjóðsins. Ég ætla ekki að fara djúpt ofan í hana, heldur ætlum að birta hana náttúrulega með fundinum, en alls var á síðasta ári landað 5.100 tonnum af bolfiski hérna á höfnum Norðurþings, sem er mjög svipað magn og ári áður. En það sem er mjög skemmtilegt að segja frá að á síðasta ári var stærsta ári hvalaskoðun sem komið hefur fram að þessu hérna þegar 130.000 manns fóru í hvalaskoðun frá Húsavík. Þetta eru flottar tölur og beraði vitnum að fyrirtækin okkar hér er að standa sig vel og gera góða hluti. En auðvitað hefur þessi fjöldi mikil áhrif á alla innviði í bænum og því mikilvægt að allir hjálpist að við að láta þetta allt saman ganga upp. Það hefur orðið veruleg aukning í komu skemmtiferðaskipa og tekjur á þeim á síðasta ári voru 62 milljónir, samanborið við 46 milljónir árið á undan. Og eins og komið hefur fram hefur Hafnarsjóður og Húsavíkurstofa nú undirritað með sér samning þar sem Húsavíkurstofa tekur að sér markaðsstall til að freista þess að
auka komur slíkra skipa til hafna Norðurþings og bindum við í hafnarstjórn mikla vonir að þetta verkefni eigi eftir að fjölga skipum til okkar hafna á næstu árum og teljum við það að nægur slagkraftur sé í samfélaginu og hjá fyrirtækjum sem að þjónusta ferðamenn til þess að takast á við það, við aukið magn skemmtiferðaskipa. Jafnframt í skýrslunni horft til framtíðar með það hvaða umbótaverkefni eru inni á samgönguáætlun næstu ára og það er hægt að sjá heildarkostnaðarverkefnina ásamt hlut vegagerðarinnar, svo eitthvað sem nefnt, svo að fólk geti ennþá gert sér svona betur grein fyrir hver staðan er og hverja framtíðarhorfur hafna Norðurþings. En eins og kom fram hjá Katrín áðan, þá verður skýrslan byggt sem fylgigagn með þessari fundargerð ásamt því að við munum náttúrulega birta hana sem frétt á heimasíðu Norðurþings, þannig að hún geti farið í sem besta dreifingu og fólk geti gert sér einhvern mat úr þessu. En takk fyrir. Eiður hefur lokið máli sínu og orðið er laust ársreikninga Hafnarsjóðs Norðurþings. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, kjörnir fulltrúar. Ég vil kannski bara taka undir það sem hér hefur verið sagt og hrósa hafnarstjórn og starfsfólki okkar á höfninni fyrir þessa ársskýrslu sem liggur fyrir með ársreikningnum. Hún er gríðarlega upplýsandi, ekki bara fyrir íbúa heldur líka fyrir okkur kjörnir fulltrúana og vekur sérstaklega til umhugsunar að mínu mati hvort og hver sóknarfæri fyrir höfnina okkar eru. Ef við sjáum til dæmis bara tekjurnar sem 42 skemmtiferðaskip skila til Hafnarsjóðs, það er klárlega sóknarfæri þar og eins og er verið að vinna með Húsavikustofu núna því að fjölga komum skemmtiferðaskipa, meðal annars þá líka verið að skoða Kópaskershöfn og Raufarhafnarhöfn, en bara hrós fyrir virkilega flotta og upplýsandi vinnu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri séu að kveða sér lög ársreikning Hafnarsjóðs Norðurþings, þá göngum við bara til atkvæða og ég vil biðja þau sem geta samþykkt ársreikningin eins og hann lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 3 sem eru gjaldskrár Norðurþings 2024 en að 183. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Að undirrituðu leggja til að eftirfarandi gjaldskrár fjölskyldusviðs hækki 3,5% frá gjaldskrám ársins 2023. Borgin sumarfrístund, miðjan, mötuneyti, frístund, sumarfrístund og tónlistarskóli. Og lagt til að vistunar- og fæðisgjöld leikskóla hækki 3% frá gjaldskrá ársins 2023. Jafnframt að systkinaafsláttur verði 50% fyrir annað barn og 75% fyrir þriðja barn og að afslátturinn flæði milli leikskóla og frístundar allt árið. Það er Helena sem leggur þessa tillögu fram á fjölskyldur og samþykkir tillögu Helenu Eydísar og vísar henni til kynningar í byggðarráði og samþykktar í sveitarstjórn og þess vegna liggur þetta mál fyrir nú og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, mér langaði bara rétt að koma upp og rifja upp forsöguna málinu eins og munið frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Þá vorum við með þar tillögu úr fjölskylduráði varðandi systkinaafsláttinn að hann yrði 70% og 30% og þetta flæði yrði sett aftur á en við vísum þetta tilbaka til umfjöllunar í fjölskylduráði í kjölfar kjarasamninga á almenna markaði og það er sameiginleg niðurstaða okkar inn í fjölskylduráði að systkinaafslátturinn hann verði 50% fyrir annað barn og 75% í stað þess að við vorum með 30% og 70% í fyrri tillögu okkar og með því þá líka að gjaldskrárnar
Hækkanir þeirra frá gjaldskrám ársins 2023 verði 3,5% með þeirri undantekningu að vistunar- og fæðiskeldar leikskóla hækka einungis 3%. Og þetta var, eins og ég segi, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum samhljóða inn í fjölskyldaráð. Þannig að ég vona að sveitarstjórn geti tekið undir þessa tillögu fjölskyldaráðs. Elína hefur lokið málinu og með leyfi varaforseta. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég vil gera það tillögu minni að þessar gjaldskrár eins og að líti út taki gildi 1. júní næstkomandi. Taki gildi frá með 1. júní næstkomandi. Orðið laust. Alda hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Alda. Forseti, ég ætla að leggja fram tillögu að halda mig við það sem ég var að segja á síðasta fundi sveitarstjórnar, að systkinaafslátturinn verði 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn. Og ég ætla að senda tillöguna á ritara. Takk. Kannski að lesa hana upp alla. Ég lesa hana upp alla, afsakið. Hún hljómar í rauninu bara eins og tillagan sem kom frá fjölskylduráði með undirrita að leggja til að eftirfarandi gjaldskrár fjölskyldsins hækki 3,5% frá gjaldskrá ársins 2023, borgin sumarfrístund miðjan, mötuneyti frístund sumarfrístund og tónlistarskóli, lagt til að vistunar- og fæðisgjöld leikskóla hækki 3% frá gjaldskrá ársins 2023, jafnframt systkinaafsláttur verði 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn og afslátturinn flæði milli leikskóla og frístundar allt árið. Og þetta frá mér Alda, Ingibjörg og Rebekku. Þetta er rauninni bara alveg nákvæmlega eins og Helena var að segja hérna, nema með 100% fyrir þriðja barn. Aldi hefur lokið málinu sínu og orðið laust. Rebekka hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Rebekka. Forseti, þetta er mál sem skiptir stórar barnafjölskyldur í sveitarfélaginu gríðarlega miklu máli og mikilvægt að systkinaafsláttur haldist óbreyttur líkt og var 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja. Rebekka hefur lokið málinu sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós þetta, þá göngum við til atkvæða og nú reynir á að sjá á skjáinn. Sem sagt, við byrjum þá á tillögu Aldeyjar Ingibjargar og Rebekku það að í staðinn fyrir verði 75% afsláttur fyrir í staðinn fyrir 75% afsláttur verði 100% afsláttur, annars er tillagan eins, þið leiðir eftir mig. Og svo munum við afgreiða það viðbóta tillögu þetta taki gildi 1. júní. Þannig að við byrjum þá að taka fyrir tillögu Aldeyjar Ingibjargar og Rebekku að afsláttur fyrir þriðja barn verði 100% í staðinn fyrir 75%. Orðið laust, ef einhver vill tjá sig tillöguna. Nei. Er það? Ok. Herðu, við göngum þá til atkvæða þessa tillögu það að í staðinn fyrir afsláttur af þriðja barni verði 100% en ekki 75%, að þau sem geta samþykkt það gefur merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt með atkvæðum Eiðs, Rebekku, þau samþykkja er ekki rétt skilja mér, Eiður, Rebekka, Ingibjörg og Aldey, þau sem eru á móti. Já, það er Hjálmar og Sofía, skilja það rétt, Helena, Hafrún og Áki sitja hjá, þetta er rétt skilið, og þá er tillagan samþykkt með atkvæðum Eiðs, Rebekku, Ingibjargar og Aldeyjar. Og þá þurfum við ekkert að greiða atkvæðum hitt, en viðbótartillagan enga síður stendur að þetta taki gildi 1. júní.
Sú tillaga stendur og ég vil biðja þau sem geta samþykkt þá tillögu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá held ég við séum búin að klára þetta mál. Er ekki rétt skilið? Já, er það rétt skilið að mér? Þetta sem fyrsta ræðinu er Rebekku í sveitarstjórn Norðurþings. Ég biðst forláts á því að tilkynnið ekki upphafi að við erum með sem sagt fyrsta varamann á lista Samfylkingarinnar, hún Rebekka Ásgeirsdóttir var að flytja sína fyrstu ræðu í sveitarstjórn Norðurþings, til hamingju með það. Forseti yfirsjást þetta, þakka þér fyrir sveitarstjóri. Herðu, þá fyrir við málum 4, sem eru reglur varðandi viðauka í sveitarstjórn Norðurþings, en á 462. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað. Byggðarráð felur sveitarstjóra að uppfæra reglurnar í takt við umræður á fundinu og vísa þeim með áorðnum breytingum til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust. Hafrún hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hafrún. Já, ágæti forseti. Það var orðið tímabært að taka til endurskoðunar þessar reglur viðauka hjá okkur. Það eru orðið samþykktar í upphaf árs 2019 og hefðu ekki tekið neinar breytingar síðan þá. Í fyrsta kafla sem er heimildi vegna tilfærslu á milli launakostnaðar og annars rekstrarkostnaðar var viðmiðunar upphæðin hækkuð úr 5 milljónir í 10. Í öðrum kafla þar sem er heimildir vegna tilfærslu milli deilda var upphæðin hækkuð úr 1 milljón í 2 milljónir. Og það sama við þriðja kafla þar sem lágmarksfjárhæðin sem leita þar samþykkis fyrir með viðauka er nú orðin 2 milljónir en var áður 1. Og að lokum var svo viðmiðunar upphæðin í fjórða kafla þar sem er talað heimildir vegna fjárfestingu og tilfærsla milli verkefna sem hafa þannig þegar verið samþykkt. Þar var upphæðin hækkuð úr 5 og yfir í 10. Og við tildum bara þetta væri orðið tímabært að uppfæra þessar tölur sem höfðu engar breytingar tekið í 5 ár. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ingibjörg Benediktsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti, kjörnir fulltrúar, ég bara fagna þessari uppfærslu með við umræðuna á síðasta fundi þegar við ræddum kaup á tæki sem var samþykkt í byggðarráði og var keypt án þess að hafa verið í fjárhagsáætlun og án þess að hafa farið og verið samþykkt af sveitarstjórn. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt að kjörnir fulltrúar séu upplýstir reglur og samþykktir sveitarfélagsins og hafi þær í heiðri. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu og orðið er laust með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn, bara svo rísi haldið til haga og það sé rétt, þá var það ekki sveitarstjórn sem þurfti að samþykkja þessi kaup, bara svo það sé á hreinu. Svo fólk viti hvað það er að tala. Hjálmar hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ingibjörg, gjörðu svo vel. Kannski hefur samþykktirnar bara á náttborðinu, forseti. Það stendur í þeim. Ingibjörg hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Hvert fór varaforsti? Ég beið það bara annar varaforsti málið. Já, forseti, já. Ég vil þakka Ingibjörgu kærlega fyrir það. Sannast að það sem ég sagði mitt yfirlit í málsetningin, það væri nú alltaf litlu upphæðirnar, en ekki það stóri sem fólk hefur skoðun á og tjáðu sig í þessu púlti sem að hér er. Orðið er laust. Áki Hauksson hefur beðið Noreg, gjörðu svo vel, Áki. Forseti sveitarstjórnar er bara eitt og þetta slökkubílamál að segja. Þetta eru bestu kaup sem ég hef gert síðan ég keypti höggborðinu var annars betur í sjöðuna. Takk fyrir. Áki hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Aldi hefur beðið Noreg, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti,
Bara einmitt svo því sem haldið til haga líka. Þetta snýst ekki upphæð, þetta snýst stjórnsýsluna og mér þykir mjög dapurt þegar 2 fulltrúar hafa mikið talað fyrir gegnsæri stjórnsýslu og þessi fari eftir lögum og reglum að það eigi ekki við að gilda þarna. Mér þykir það mjög leiðilegt. Aldrei lokið málinu, orðið laus. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós, þá erum við semst að ræða reglur varðandi möguleika í sveitarstjórn. Þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og lít út gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 6 sem er vegna endurnýjunar og undanþágu frá skilyrði lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu. Já. Smámál, mál númer 5, það er ekki á listanum hjá forseta. Þannig að það er eðlilegt að forseti gleymdi málinu. Forseti hljópiði mál, biðst með afsökunar á því, þegar eftir 4 þá kemur náttúrulega 5, en það er sem sagt reglur varðandi forsetakosningar, en á 462. fundi biðuráðs var eftirfarandi bókað, að biður á samþykki að óska eftir sýslumann að skipa kjörstjóra á skrifstofum sveitarfélagsins á Kópaskeri og Raufarhöfn. Jafnframt er óskinni vísað til staðfestingar í sveitarstjórn til samræmis við 69. grein kosningalaga nr. 112 2021 og með leyfi varaforseta. Já, það er sem stef þannig að kjör til embættis forseti íslenska lýðveldisins fer fram 1. júní næstkomandi og viðmiðunardagur kjörskrár var 24. apríl síðastliðinn, en eftir þann dag þarf sem sagt borgari að kjósa á þeim kjörstað sem hann var með lögheimili. En kjósendur í Íslandi geta kosið utan kjörfundar og í sumum sveitarfélögum. Sýslumaðurinn er nú ekki með afgreiðslustaði á Kópaskeri og Raufarhöfn, en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst einmitt í dag og síðastliðin ár hafa kjósendur verið gert það mögulegt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sérstökum kjörstjórum skipuð af sýslumanni á skrifstofum Norðurþings á Kópaskeri og á Raufarhöfn. En til þess að svo megi verða þá þarf sem sagt sveitarstjórn að óska eftir því sýslumann til samræmis við kosningalög og það liggur sem sagt fyrir hér þessi beiðni okkar að vera skipaðir sem sagt kjörstjórar á þessum stöðum. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljós það, þá göngum við til atkvæða þau sem geta samþykkt þessa beiðni, gefum merki með það rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og þá fyrir við mál númer 6. Það er vegna endurnýjunar undanþágu frá skilyrðum lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu, en á 143. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókað að sveitarstjórn samþykki samhljóða að vísa samningnum til síðari umræðu sveitarstjórn og til upplýsingar það hefur engin efnisleg breyting orðið á þessum samningi, heldur er þetta bara vegna kvaðar það að hafa 2 umræður á þessu, en annars er orðið laust. Enginn sem kveður sér hljós það, þá vil ég biðja þau sem eru sammála þessu samningi eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er mál númer 7. Það er samþykkt fullnaðarafgreiðslu mála hjá barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar, en á 143. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókað að sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fyrirliggjandi samþykkt til síðari umræðu í sveitarstjórn og það er eins með þetta, hér hefur engin efnisleg breyting orðið heldur aðeins kvöðum það að þetta fari í gegnum 2 umræður, en orðið laust. Enginn sem kveður sér hljós það, þá vil biðja þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða.
Við förum í mál nr. 8 sem samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. En fyrir sveitarstjórn liggur til samþykktar uppfærður samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. Uppfærslan felst í því að allt sem sneri að barnaverndarþjónustu var tekið úr samningnum, ekki aðrar efnislegar breytingar að ræða á því aðeins ein umræða í sveitarstjórn, en orðið laust. Katrín, sveitarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Það er nú svo sem ekki mikið þetta að segja, þetta er samningurinn okkar við sveitarfélögin hérna í kringum okkur félagsþjónustuna og við vorum náttúrulega með samning við þau barnaverndarþjónustu en þar sem að sú þjónusta er farin út úr þessum samninginu núna eftir að við erum búin að samþykkja fyrri málin nr. 6 og 7 að þá er þessi samningur lagður fyrir og barnaverndarþjónustan tekin út. Þannig að þetta er bara grunnurinn í þessu. Eitt leiðir af öðru. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Enginn hefur kveðið sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem eru þessum samningi sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Við förum í mál nr. 9 sem eru heimgreiðslur til foreldra barna á leikskólaaldri en á 183. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráð samþykkir að framlengja heimgreiðslur til 30. júní 2025. Lagt til að önnur málsgrein reglna heimgreiðslur verði eftirfarandi. Markmiðið með heimgreiðslum er að aðstoða barnafjölskyldur við að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Heimgreiðslur miðast við að eftirfarandi skilyrði sé uppfyllt. Fyrsta lagi að foreldri eða forráðamaður og barn í lögheimili í sveitarfélaginu. Í öðru lagi að barn sé orðið 12 mánaða og ekki eldra en 2 ára, eða 24 mánaða. Og svo í þriðja lagi að barn sé á biðlista eftir leikskólaplássi í Norðurþingi og fjölskyldur og samþykkir framangreint og vísar því til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, fjölskylduráð er að leggja til þessa breytingu að því að í rauninni reglunum eins og þær hafa verið hjá okkur þá eru ekki sérstaklega skörp skilyrði fyrir heimgreiðslunum. Þannig að við vildum aðeins svona skerpa á því og með þessari tillögu það sé þá þessi 3 skilyrði uppfyllt fyrir því að fólk fái heimgreiðslurnar. Mér langar aðeins líka bara til að upplýsa því að eins og þið vitið þá vorum við að setja þetta á sem tímabundi úrræði þar sem að við höfum ekki getað boðið upp á leikskólapláss frá 12 mánaða aldri eins og við viljum gera og stefnum á að gera. Þá eru 9 börn á Húsavík sem hafa eða foreldrar 9 barna á Húsavík sem hafa fengið heimgreiðslur og foreldrar 1 barns á Raufarhöfn. En eins og staðan er núna þá eru 4 börn að fá heimgreiðslur og fyrir séð að það verði 1 barn til viðbótar sem bætist við núna í þessum mánuði og að það verði áfram 1 barn á Raufarhöfn sem að njóti heimgreiðslna. Og samtals hafa verið greiddar rétt rúmlega 3 milljónir í heimgreiðslur þar sem af er ári. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, takk fyrir þessa yfirferð. Ég var einmitt að reyna að átta mig á hver breytingin væri, en þetta er miklu skýrar og svona, það er alveg rétt. Mér langar bara aðeins að tala heimgreiðslur og ég er svo sem komið áður upp og sagt hvað mér finnst svona almennt það, en þetta skiptir máli að því við hefum því miður ekki geta boðið 12 mánaða gömlum börnum eins og gömlum leikskólapláss eins og planið var og við viljum alveg endilega
ná því aftur að bjóða öllum 12 mánaða börnum pláss og ég vona innilega að við í náinni framtíð þá verði það aftur þannig. Ég held að skipti miklu máli að reglurnar séu bara ákveðnar 1 ár í senn og þetta sé endurskoðað hverju ári. Það er mikilvægt að þetta er tímabundið úrræði. Mér langar að leggja fram bókun, ég ætla að lesa hana upp fyrir ykkur sem mig, Ingibjörgu og Rebekku. Hún hljómar svona: Atvinnuþátttaka kvenna skiptir miklu máli fyrir nútíma samfélag. Þess vegna er mikilvægt jafnréttismál að brúa umönnunarbilið. Reynslan hefur sýnt að þetta bil er oftar brúað af konum en körlum. Mæður taka sér launlaust leyfi frá vinnu eða fara í hlutastörf með tilheyrandi afleiðingum á launakjör og lífeyrisréttindi. Þetta er tímaskekkja og því vilja undirritaðar nýta tækifæri og skora á ríkisvaldið að lengja fæðingarorlof úr 12 mánuðum í 18 mánuði. Ég sendi ritara þetta eftir smástund. Aldey hefur lokið máli sínu. Helena Eydís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, ég gleymdi einu atriði áðan og það er akkurat það að við erum að leggja til að reglurnar gildi núna 1 ár fram í tímann. Það er að segja að þessar reglur taki gildi þegar að núgildandi reglur falla úr gildi sem eru mánaðamótin júni-júlí. Það er semst reglurnar sem við erum með núna gilda til 1. júlí og þessar taki þá við og gildi til 1. júlí 2025. Og sem þýðir það þá að þær verða áfram að borði fjölskylduráðs og til endurskoðunar og árita það líka og tek undir það með Aldey að við viljum bjóða upp á leikskólapláss þegar fæðingarorlofi lýkur og vinnum að því og við sitjum nú saman í starfshópi sem er að skoða þau mál og mun skila á næstu vikum. Helena lokið máli og orðið laust. Hafrún hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hafrún. Já, ágæti forseti. Ég tek undir það sem hefur komið fram að mér ákaflega mikilvægt líka að það sé sagt frá því reglunum á þetta sem úr til þess að búa bil eftir að fæðingarorlofi lýkur og þar til leikskólaplássi býðst að það eins og stað ekki að bara bjóða öllum 12 mánaða börnum leikskólaplássi í sveitarfélaginu. Og annað er óskap hvað ég taki undir bókun frá Ingibjörgu og Rebekku því svona. Ekki fleiri sem að kveða sér ljós það. Þá göngum við til atkvæða það að reglurnar eru eins og það er að koma hér úr fjölskylduráði. Lögð fram bókun og undirtaka við bókun og þá bara göngum við til atkvæða sem geta samþykkt þessar reglur eins og það er koma frá fjölskylduráði gefið merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 10 sem eru frístund, starfsreglur, endurskoðun en á 183. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að eftirfarandi lagt til og nú hefur áður á fundinum alltaf orðið efnisleg breyting á gjaldskrám en eftirfarandi lagt til að systkinaafsláttur samkvæmt gjaldskrá frístundar verði með öðru barni 50 og 75% með þriðja og systkinaafsláttur einnig veittur systkinu sem eru annars í frístund og hins vegar á leikskóla og fjölskylduráð samþykkir starfsreglunar og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Já, þá með leyfi varaforsta, þá er ég sem að gera það tillögunni að þessi gjaldskrá taki bara mið af þeirri samþykkt sem við vorum að samþykkja rétt áðan og það falli þá bara sama undir mál númer 11
sem við ræðum það bara aðeins og eftir, að það verður þá þannig að það með öðru barni er 50% og 100% með þriðja barni. Eina efnislega breytingin í þessum starfsreglum ef ég skil þetta rétt. En orðið ljóst það ef einhver vill tjá sig það. Og ekki, þá vil ég biðja að þau sem geta samþykkt breytingartillögum þess að forseti leggur til að verði 50 og svo 100% gefið merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt með einhverju móti? Nei, þá var það samþykkt með atkvæðum Soffíu, Eiðs, Áka, Rebekku, Ingibjargar, Alder og Hjálmars og Helena og Hárún sitja hjá. Þá förum við í mál númer 11 sem eru starfsreglur leikskóla en á 183. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að lögð til eftirfarandi breyting á systkinaafslætti og þetta er sama með á mál númer 10 að það er sem með öðru barni verið 50 og þriðja barni 75 og þá með leyfi varaforsta að í þessu máli verði það bara eins að þessi gjaldskrá, þessi samþykkt taki mið af því sem við höfum þegar samþykkt á fundinum að gera að afsláttur með þriðja barni verði 100% í staðin fyrir 75 að öðru leyti óbreytt orðið laust það málið. Enginn sett kveðið sér ljós það, þá vil ég byrja því að greiða atkvæði breytingatillöguna að það verði semst með þriðja barni standi 100% í staðin fyrir 75. Þau sem eru því sammála gefur merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Nei, það er það eins og áður samþykkt með atkvæðin Soffíu, Eiðs, Áka, Rebekku, Ingibjargar, Alder og Hjálmars, Helena og Hafrún sitja hjá. Já. Og þá förum við í mál númer 12 sem er breyting á deiliskipulagi íbúðasvæðis I5 á Húsavík en á 187. fundi skipulags og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulagsbreytingin snýr eingöngu því að færa götuna Stóragarð lengra frá Ásgarði og felur ekki í sér breytingar á hæðum húsa. Það er heldur ekki deiliskipulagsins að fjalla uppgjör réttinda. Skipulags og framkvæmdaráð telur því framkomnar athugasemdir ekki gefa tilefni til að breyta skipulagstillögunni og skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt eins og hún er kynnt og orðið er laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá göngum við til atkvæða þeim sem geta samþykkt þessa tillögu eins og liggur fyrir gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 13 sem er umsókn stofnun lóðar út úr Krummaholti. Á 187. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að stofnun lóðarinnar Sjónarhóls verði samþykkt á grundvelli lóðaflags og orðið er laust. Þetta kveður sér hljóðs það að þá göngum við til atkvæða þau sem geta samþykkt þessa tillögu eins og liggur fyrir gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og höfum við þá lokið afgreiðsluliðum og eigum fundargerðir eftir til umræðu og en við gerum örstutt hlé.
Já, fundi er framhaldi sveitarstjórn Norðurþings eftir að hafa tekið eitt Eurovision lag. Við förum í fundargerðir og það eru fundargerðir fjölskylduráðs, við byrjum þar fundargerðir 182 til og með 184 og orðið er laust og ég vil minna kjörna fulltrúa sem taka það fram í hvaða fundargerð við ætlum að taka til máls og hvaða fundargerð. Orðið er laust. Enginn sem vil ræða fundargerðir fjölskylduráðs, þá eru þær framlagðar og við förum í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, mál nr. 17, 18 og 19, fundargerðir 185 til og með 187 og orðið er laust. Helena, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, þetta er mál númer 3 á fundarskipulags- og framkvæmdaráðs númer 185, erindi frá Píludeild Völsungs og mér langaði bara að koma aðeins upp og bara taka jákvætt undir þetta erindi og ég fagna því að skipulags- og framkvæmdaráð hafi verið jákvætt fyrir því að fara í samstarf við Píludeildina að byggja upp aðstöðu fyrir deildina í þá húsnæði sveitarfélagsins. Og ég verð að segja það að mér finnst vera sérstaklega ánægilegt að horfa eins og þarna á Píludeildina og svo líka íþróttafélagið Þingeying, frumkvæði sem er að koma núna úr þessum félagasamtökum sem er að stuðla að íþróttastarfi og standa fyrir íþróttastarfi í sveitarfélaginu, að við getum tekið þátt í því og tekið höndum saman að byggja upp aðstöðu. Og höfum einmitt líka nýlegt gott fordæmi frá golfklúbbnum. Þannig að virkilega ánægð með þetta og vonandi eigum við eftir að fá fleiri áþekk mál þar sem við getum staðið saman að uppbyggingu aðstöðu í sveitarfélaginu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið þá laust þennan þriðja lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 185. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá er orðið laust. Já, Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég get ekki orða bundist og verða að koma aftur til þess að ræða fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs og ánægileg skref sem við erum loksins, eða ánægilegan stað sem við erum loksins komin á. Þetta er fundargerð númer 187, mál númer 1, sem er bygging fjölnota frístundahúsnæðis. Og bara fagna því að við séum komin loksins á þann stað að vera bæði búin að velja staðsetningu og velja tillögu til að halda áfram með og þróa enn frekar til þess að við fáum eins fljótt og hægt er framúrskarandi gott húsnæði sem að dugir okkur til margra áratuga undir frístundir og félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í sveitarfélaginu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, ég bara full ástæða til að koma upp og taka undir orð Helenu. Þetta er gríðarlega ánægilegt að þessu loksins farið að miða eitthvað áfram hjá okkur og ég er bara mjög stolt af því að þetta loksins sér maður einhvern árangur. Stundum taka hlutinni svolítið langan tíma og það er oft erfitt. En mér finnst loksins núna vera einhver almennileg hreyfing og ég er mjög ánægð með það. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þennan fyrsta lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 187.
Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá er orðið laust. Hafrún hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Hafrún. Ágæti forseti, það er fundur skipulags- og framkvæmdaráðs nr. 185, mál nr. 1, samráðsfundur með Vegagerðinni. Mér finnst þetta bara jákvætt og mjög gott að eiga reglulegt samtal og helst bara árlegt eða tvisvar á ári við Vegagerðina, þar sem við þurfum að koma okkur áherslum áfram. Ég veit að eitt af þeim atriðum sem var til umræðu á þessum fundi var hringtorg á þjóðveginn á norðanverðu við Húsavík. Og mér finnst það bara eiga að vera eitt af okkar aðal atriðum og okkar helsta áherslu mál er að koma á einhverju betrumbætum á aðkomin inn í bæinn. Það myndi leysa mörg vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Það myndi hægja umferðinni inn í bæinn. Það myndi búa til veg yfir höfðana í sjóböðin sem myndi létta á Laugabrekkunni, bæta aðkoma tjaldsvæðið, bæta aðkomin á íþróttavellin okkar. Þetta eru allt atrið sem við erum mjög reglulega að tala um og erum pínu í vandræði með og umferðarhraðinn er mikill þarna inn í bæinn og ég held að það sé bara spurning hvenær eitthvað slys verður þarna. Það eru íþróttaæfingar með börnunum okkar í gangi þarna allan daginn og það er ekkert að fara að hætta neitt, þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að við komum þessu hratt og örugglega í einhvern góðan farveg. Hafrún hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan fyrsta lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs 185. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá er orðið laust. Já, umræðan tæmd skipulags- og framkvæmdaráð. Þá eru þær framlagðar þessar fundargerðir 3 og við förum í 2 fundargerðir byggðaráðs Norðurþings nr. 20 og 21, nr. 461 og 462 og orðið laust. Hafrún hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Hafrún. Já, forseti, það er fundur byggðaráðs númer 462, mál númer 4, samningur og Húsavíkurstofu. Langaði bara að koma hérna upp og vekja athygli á því að byggðaráð samþykkti fyrir sitt leyti 3 ára samningu Húsavíkurstofu og bara ánægjulegt og gott samstarf sem unnið er núna hjá Húsavíkurstofu. Þau voru með aðalfunda á mánudaginn síðasta sem að einhverju fulltrúar sveitarfélagsins allavega komu á og hann var fjölmennur, það voru mjög góðar umræður. Góð erindi, það var erindi frá Markaðsstofu Norðurlands sem er mjög upplýsandi og áhugavert og mér hefur fundist bara vera svolítið mikil breyting á starfsemi stofunar og er orðin áberandi í umræðinni og við svo sem vorum með þá hugsun á bak við samningin fyrir 3 árum þegar núverandi samningur var gerður að fyrirtækin í sveitarfélaginu ættu að koma aðeins meira að þessu með sínum framlögum og ég svo sem enn þeirra skoðunar og vakti máls á því á aðalfundinu líka. Mér finnst mjög eðlilegt, þau hafa auðvitað mestan hæginn af því að stofan dafni og vaxi, þannig að ég er enn þeirra skoðunar en mér finnst samt sem áður pinningum okkar vel væri og ég tel við að nýta stofan líka bara enn meira en við erum nú þegar að gera. Og ég held að hún sé vel í stakk búin til þess að gera það líka fyrir okkur. Hafrún hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan 4. lið í fundargerð byggðaráðs nr. 462. Eða aðra liði í fundargerð byggðaráðs, þá er orðið laust. Hafrún hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Hafrún. Já, forseti, þá ætla ég að koma inn á það að ég var hissa á þessari tillögu og alls ekki hissa á viðbrögðum samt meiri hluta stjórnar Orkuveitu Húsavíkur. Eins og kom fram í bókun þeirra þá bara gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur sú lægsta á Norðurlandi eystra samkvæmt mælaborði Byggðastofnunar
og þau hafa verið bara hófleg í sínum hækkunum síðustu ár. Ár í ár var engin undantekning á því og að sama skapi náttúrulega áskorunin sem vitnað í frá Samband íslenskra sveitarfélaga. Þar var verið að beina sveitarstjórnum að endurskoða gjaldskrár sínar sem að snúa að barnafjölskyldum og fólki í viðkvæmri stöðu. Og við tókum þann pól í hæðina inn í sveitarstjórn að við tókum upp sérstaklega þær gjaldskrár. Við vorum ekki að taka gjaldskrá gatnagerðargjöld eða sundlaugar eða almenns eðlis gjaldskrár, heldur við einblíndum á þær gjaldskrár sem snúa nákvæmlega að þessum tveimur þáttum, það er að segja barnafjölskyldur og fólki í viðkvæmri stöðu. Að sjálfsögðu getur það verið viðskiptavinur Orkuveitunnar, ég er ekki að segja það, en það er jafnframt áhrif skíðasvæðið eða sundlaugina eða gatnagerðargjöld eða hvað sem er hjá okkur, fasteignagjöld. Þannig að mér fannst þetta bara mjög rökrétt og eðlileg bókun meirihluta stjórnar Orkuveitunnar. Hafrún hefur lokið máli sínu. Áki Hauksson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórn, ég verða sem aðeins. Mér fannst þetta ekki tímabær tillaga hjá Valdimari Halldórssoni vegna þess að við eigum eftir að semja við opinbera starfsmenn og mér finnst kannski eðlilegt að þegar að þeir samningar liggja fyrir og hvort að Samband íslenskra sveitarfélaga leggur að til við sveitarfélögin að við förum í gjaldskrárlækkanir í frammeldi af undirskrift þeirra samninga. Og þá sé rétt að skoða þetta í því samhengi. Takk. Áki hefur lokið máli sínu og Helena hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, ég vil taka undir það sem kom fram hjá Hafrúnu. Ég er bara sammála þeirri niðurstöðu sem fékkst í stjórn Orkuveitunnar og mér langar að bara nefna nokkrar tölur. Gjaldskrá Orkuveitunnar frá árinu 2020 að þá kostaði rúmmetrinn af 70 til 80 gráðu heitu vatni 122,9 krónur án virðisaukaskatts. Núna 2024 með við núgildandi gjaldskrá þá kostar rúmmetrinn 138,79 krónur fyrir 70 til 80 gráðu heitt vatn og án virðisaukaskatts. Þannig að hækkanir Orkuveitunnar á gjaldskrá frá árinu 2020 til 2024 eru 12,9%. Ef við höfum fylgt verðlagsþróun þá væri verðið á þessum rúmmetr fyrir utan virðisaukaskatt 162 krónur. Það mér finnst í rauninni ekki endilega vera innistæða fyrir því að gjaldskráin fari eða verði ekki hækkuð nema 3% eða 3,5% frá árinu 2023 eins og fulltrúar Vinstri grænna hafa lagt til inn í stjórninni eða rætt í pontu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið þá laust enn þennan fyrsta lið. Nei, ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs fundagerðir Orkuveitu Húsavíkur. Þá förum við að síðustu en ekki síst í fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings, fundagerð númer 22 og orðið laust. Nei, enginn sem vill kveða sér hljóðs þá fundagerð. Þá vill svo til að dagskrá fundarins er tæmd. En í lokin ætla að minna það að við þurfum að undirrita hér ársreikning sveitarfélagsins. Erum við búin að lista honum hér ekki staðar upp? Já, hann er hér í hliðarsal. Þannig að við bara munum það eftir í síðustu lokfundar, þá erum við að undirrita ársreikningin. En þá er að lesa yfir fundagerð og ég vil biðja varaforseta að fylgjast með að hér er fundum 144, þau sem eru hér mætt,
og fyrst er það ásetningur til málstóku Katrín, Hafrún og Hjálmar. Og ég ætla ekki að lesa bókun meirihluta sveitarstjórnar aftur. Hún stendur hér. Við förum þá, ásetningur Norðurþings fyrir árið 2023 er samþykktur samhljóða. Mál númer 2 er ásetningur Hafnarsjóðs Norðurþings til málstóku Katrín, Eiður og Helena og ásetningur Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir 23 er samþykktur samhljóða. Mál númer 3 eru gjaldskrár Norðurþings 2024. Þar tóku til máls Helena, Hjálmar, Aldi og Rebekka. Hjálmar leggur fram eftirfarandi viðbótartillögu sem felur í sér að gjaldskrárnar taki ekki gildi fyrir 1. júní næstkomandi og sú tillaga er samþykkt samhljóða. Aldi leggur fram breytingartillögu og sú er efnislega bara að afsláttur af þriðja barni verði 100% í staðinn fyrir 75%. En hér stendur undir tillögunni Aldi, Ingibjörg og Rebekka. Er þetta ekki þá Aldi, Ingibjörg og Rebekka leggja fram eftirfarandi breytingartillögu? Sú tillaga er borin undir atkvæði og samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Eiðs, Ingibjargar og Rebekku. Hjálmar og Soffía greiddu atkvæði móti, Áki, Hafrún og Helena sátu hjá. Mál númer 4 eru reglur varðandi viðauka í sveitarstjórn, en sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða og til máls tóku Hafrún, Ingibjörg, Hjálmar, Áki og Aldey. Mál númer 5 voru forsetakosningar 2024 til máls tók Hjálmar og sveitarstjórn staðfestir samhljóða bókun byggðarráðs. Mál númer 6 er vegna endurnýjunar og undanþágum frá skilyrði lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu og sveitarstjórn samþykkir það samhljóða. Mál númer 7 er samþykkt fullnaðarafgreiðslu mála hjá barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar og sveitarstjórn samþykkir það samhljóða. Mál númer 8 er samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. Þar tók sveitarstjórn til máls og samþykkt samhljóða í sveitarstjórn. Mál númer 9 eru heimgreiðslur til foreldra barna á leikskólaaldri. Þar tóku til máls Helena, Aldey og Hafrún. Þar er lögð fram bókun sem ég ætla ekki að lesa og tekið undir þá bókun og sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða. Mál númer 10 eru frístund, starfsreglur og endurskoðun. Þar tók Hjálmar til máls og leggur til að í samræmis við mál númer 3 á fundinum, þar sem er samþykkt að fara í 100% afslátt af þriðja barni í staðinn fyrir 75%. Sú tillaga er samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Áka, Eiðs, Hjálmars, Ingibjargar, Rebekku og Soffíu, Hafrún og Helena sátu hjá. Mál númer 11 eru starfsreglur í leikskóla og það er sama að afsláttur verði 100 í staðinn fyrir 75. Tillaga þess efnis samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Áka, Eiðs, Hafrún, Hjálmars, Ingibjargar, Rebekku og Soffíu, Hafrún og Helena sátu hjá. Mál númer 12 er breyting á deiliskipulagi íbúðasvæðis í 5 á Húsavík. Sveitarstjórn samþykkir tillögur skipulags- og framkvæmdaráðs samhljóða. Mál númer 13 sem er umsókn stofnun lóðar úr Krummaholti. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögur skipulags- og framkvæmdaráðs. Það tók enginn til máls undir fundargerðum fjölskylduráðs. Undir fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs tóku til máls í fundargerð númer 185. Fyrsta lið, þar var það Hafrún. Í þriðja lið er það Helena. Aðrir liðir eru síðan lagðir fram til kynningar. Í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 187 fyrsta lið tók Aldey og Helena og Aldey til máls. Er þetta ekki rétt hjá mér? Svo það fundargerðir byggðarráðs. Þar tók til máls Hafrún undir fundargerð 462 undir fjórða lið. Svo það fundargerðir Orkuveitu Húsavíkur. Þar tóku til máls undir fyrsta lið Aldey, Hafrún, Áki og Helena.
og þá það fundargerðir stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings sem lögð fram án umræðu. Eru athugasemdir í fundargerðina? Svo ekki, þá bara ekkert annað en bara slíta fundi. Fundi slítið.